Stundin hefur að undanförnu birt margar greinar Bjarna Benediktsson, Benedikt Sveinsson föður Bjarna og Einar Sveinsson föðurbróður hans. Vitnað er í tölvupósta innan úr Glitni frá árinu 2008 fjármál þeirra og viðskiptagerninga í aðdraganda bankahrunsins. Fréttirnar snúa til dæmis að því hvernig Benedikt Sveinsson var leystur undan sjálfsskuldarábyrgð skömmu fyrir fall Glitnis, hvernig fluttir voru fjármunir úr sjóði 9 í aðra sjóði eða úr landi og það hefur verið fjallað væntingar Bjarna hagnað af fasteignaviðskiptum í gegnum félagið Falson sem skráð var á aflandseyju, þátt hans í vafningsmálinu og ýmislegt fleira. Einnig er fullyrt að Bjarni hafi persónulega losnað undan ábyrgð af 50 milljóna króna kúluláni en ábyrgðin færið yfir á félag í eigu föður hans. Birt hafa verið tölvupóst samskipti Bjarna og Lárusar Velding þáverandi bankastjóra Glitnis sem send voru af alþingisnetfangi Bjarna. Stundin rifjar einnig upp fund hans með bankastjóranum 19. febrúar 2008 og svo sölu hans á hlutabréfum í bankanum 2 dögum síðar. Síðasta fréttin birtist í dag þar sem kemur fram að Benedikt, faðir Bjarna, hafi greitt upp skuldir Bjarna við Glitni vegna taps af framvirkum hlutabréfasamningum með hlutabréf í erlendum bönkum mánuðina í aðdraganda hrunsins. Kemur þar fram að upphæðin hafi verið 106 milljónir króna.